Núna ætla ég að fara yfir það hvernig ég bæti PI-regli inn í skilyrðindakerfið. Við byrjum á því að setja filter í New Section sem function block diagram og þá tökum við fram hérna Project Browser og við þurfum að hægri smella hérna á Logic og förum í New Section hér. Og já, við viljum breyta þessu og við veljum hérna FBD, Function Block Diagram. Og við skrifum bara hérna filter. Þetta er eiginlega álagið fyrir reglin, svo þessi ekki hægt að láta hann herma hvað er í gangi með reglunina. Apply, já, segjum bara OK á þetta. Þá kemur þessi kassi hérna sem heitir filter og svo getum við búið til annan kassa sem annað form fyrir function block diagram sem kallað control og í hann setjum við reglin. Filter er í rauninni bara svona lagfilter, er svona álag á reglin. Hægri smellum þá aftur á Logic og veljum New Section og þá kemur strax function block diagram aftur upp og þetta segjum við sé control. Control og svo OK. Og þá hérna getum við að lokum náttúrulega bara valið nýjan skjá hérna svo hann sé tilbúinn. New screen, OK. Og þá getum við einhvern veginn raða þessu upp. Ég loka bara Project Browser og reyna að raða þessu hérna upp. Hér er þá skjárinn til vinstri og fyrir ofan hægra megin er reglirinn og fyrir neðan er filter. Svo þá getum við fært þetta aðeins til, svona já. Já, ég þarf að sýna þessar stýringar hérna, svona já, OK. Og þá getum við byrjað á því að ná í til dæmis lagfilter sem að við fáum hérna með því að smella á, ég þarf að velja sem sagt fyrst þá function block sem að eða function block diagram sem vil setja þetta inn í. Það er hérna fyrir neðan, set filter þangað. Þá smelli ég hérna á FFB Input Assistant og þar skrifa ég bara hreinlega inn í lagfilter þar sem stendur inn í kassanum í verkefninu. Lag undirstrik filter. Jú, það kemur hérna eitthvað. Lagfilter og ég segi svo bara OK á það, fæ það í músina og staðsett það þá hérna. Nú, þá skelli ég hérna svo að ég hafi eitthvað pláss. Já, svona. Og ég kemur ekki ofar, en allavega ég þarf að skilgreina hvað kemur hérna svo. En kannski ég nægði bara núna snöggvast í reglin, þá er það sem stendur inn í þeim kassa, þá er það PI-B. Þá vel ég hérna aftur
input assistant og skrifa hérna inn í PI -B og hann virðist vera til, segjum OK á það. Hvað gerist nú? Það gerist bara ekki neitt, ég fekk hann ekki í músina. Ég verð bara að það eitthvað skrítið hérna í gangi. Ég ætla að sjá hvort hann hefur dottið hérna inn í þetta hér hjá mér. Nei, mér sýnist ekki. Þetta bara lagfíltið, ég ætla að fá hann hingað. Já, það var málið. Ég kannski verið á, ég hafði þetta ekki valið. Ég ætla að prófa þetta aftur. Fer í FFB Input Assistant og skrifa inn PI-B og smelli á OK. Þá fæ ég hann í músina hérna til þess að staðsetja hann hérna. Og þá þarf ég að setja inn ýmis skildi. Ég ætla kannski bara að byrja á lagfilter. Hérna fyrst Loki _valve hérna og spurning hvort að hann nokkuð komið inn í gagnagrunninn. Það komið ljós. Ég ætla að prófa að ná í hann. Það kemur ekki hérna allavega. Nei. Það verðist ekki vera neitt hérna. Já. Þannig ef ég tvísmelli á þetta hér. Já. Nei, OK, ef ég vel hérna til dæmis Loki valve fyrir outputið það. Og kemur það sama upp, já. OK. Já, variables. Það verðist ekki að koma hérna. Við skulum nú sjá. Hér aðeins neðar í verkefninu þá sé ég að ég þarf að setja inn ákveðin gildi, til dæmis eins og Loki valve og hiti óskildi og hiti raungildi svo ég geti haldið áfram. Setja það inn í gagnagrunninn og opna ég hann hérna, bæti þessu hérna við og setja hérna neðst í gagnagrunninn hiti óskgildi og þetta rauntala. Hiti óskgildi og ástæðan fyrir því að ég fékk ekki þetta áðan þar að ég var ekki búinn að setja þetta inn í gagnagrunninn og þetta þarf að vera real rauntala hérna. Það fleira sem ég þarf hiti raungildi hérna. Þá get ég dreigð aðeins hérna niður og breytt óskgildi í raungildi. Þá þetta líka real. Hiti raungildi. Svona. Og svo Loki valve. Það sem sagt hversu mörg prósent hann á að vera opinn sem sagt. Loki _valve og þá sé ég hérna Loki valve, það komið hérna hjá mér og þetta raungildi líka.
En manual auto það á að vera íbúl. Og þá hérna set ég það inn. Það er sem sagt hvort að reglurinn á að vera manual eða á sjálfvirkni. Skrifa þetta manual. Það er sem sagt ef það er 0, ef gildið er 0 og síðan auto ef gildið er 1. Já, býtum við setja saman sem ekki þannig. Ok, þetta var 1, þetta var 0, svona. Ok, þá er þetta komið svona. Og ég held að ég geti nú ekki sett meiri inn í bili. Ég veit ekki með þetta hérna hiti parameter, para PIB. Það er spurning hvort að það er hægt að gera það. Er hægt að velja það? Nei. Það er ekki hægt. Þannig að það kemur bara leið og ég set hérna inn merkinguna á reglunum. Þá er þetta komið inn í gagnagrunnin og þá getur ég farið að setja inn eins og hérna, já ég ætla að færa þetta aðeins til, aðeins að minnka hérna, já ég get fært þetta meðan ég er ekki að setja skjáin upp, þá get ég fært þetta til, get ég skoða aðeins betur fyrirmyndina hérna. Svona og verið með verkefnið aðeins nær. Já, það gengur saman, já, svona. Og kannski vissara að já, kemst nú ekki alveg fyrir á skjánum ennþá, en ég þarf að reyna að færa þetta til. Já, ég ætla að mjóka það eins svona og færa þetta innar. Svona líklega, já, þarna sjáum við fyrirmyndina sko. Og hér við byrjum með hérna hiti raungildi hérna efst á reglinum. Og ég hérna, ég ætla að tvísmella hér og ég ætla að ná í hiti raungildi sem ég var að setja inn. Hér núna er allt fram komið eðlilega. Hiti raungildi fyrst, það er rauntala. Síðan er set point þarna sem er hiti óskildi. Þessi hérna. Hiti óskildi. Ok. Og svo kemur hérna þar fyrir neðan, ég sleppi næsta, þar fyrir neðan er manual auto og þar er bara manual 0 auto 1. Hér fáum við þá miklu fleiri möguleika. Byrju hérna á hvar skildi þetta nú vera? Prófa að raða þessu upp eftir röð aftur. Já. Býtu, breytti þessu ekki í... Já, það getur verið að ég hef ekki haft þetta rétt hérna í gagnagrunnum. Ég ætla að opna gagnagrunnin og laga þetta að manual auto hafi ekki verið sett í búl. Það er ástæðan fyrir ég að finna það ekki. Opna gagnagrunnin hérna. Já, það verður ekki auðvelt. Ég verður að breyta stærðin á þessu til þess, hérna er þann.
svona. Já, manual auto ekki real heldur manual auto verður að vera í búl. Svona, nú þetta komið. Þetta bara, þá get ég fært þetta tilbaka. Þá hérna, eins og við sjáum hérna, manual auto þá átti að vera í búl. Og þá fæ ég það fram hérna, aftur næ í gagnagrunnin og fæ hérna manual 0, auto 1, það er í búl. Og svo segjum við OK. Og síðan koma parametrarnir. Hér er hiti, parametrar og þá fer ég hérna inn á parametra, hérna er sko hiti, parametrar, tvísmelli á para hérna. Hér verð ég að skrifa inn hiti parametrar. Hiti undirstrikk parametrar og þá bara smelli ég á græna eða hvað? Það kemur ekki inn. Ég íti bara á enter. Já, hiti parametrar, þá fæ ég típuna hérna. Para, undirstrikk, PI, þetta þarf ég að gera. Svona og þá ætti þetta að fara inn í gagnagrunni. Loki valve, setjum hann inn hérna. Líklega var hann til. Já, Loki valve, það var real, ok. Og þá komið allt sem að þarf að skrá hér verðist vera komið. Og þá er að snúa sér að filter. Hér er Loki valve in, þar sem það kemur út hérna, kemur inn á álagið eða lagfilteri hérna. Hérna er, já, við getum kallað þetta líka stillitaka. Og við náum bara líka í þá Loki valve hérna. Ok. Og síðan er mögnun hérna 1,1.2. Segjum við hérna 1.2 og hann tekur því. Síðan er lag, það er sem sagt lagtíminn, delay, það eru 20 sekundur. Og skrifum þarna inn t-cross 20s og á græna tekur þetta, gleypir við þessu. Útgangurinn heitir hiti raungildi. Þá fáum við hérna í þrípunktinum hérna hiti raungildi. Ok. Þá verðist þetta vera komið hvort tveggja lagfilterið og PI-reglerinn. Síðan er ekkert annað en að reyna að útbúa skjáinn fyrir reglinn og svo setja þetta í gang og prófa. Nú ætlum ég að færa þetta hérna til og útbúa reglinn, skjáinn í reglinum. Þá má hérna minnka þetta eða færa þetta alveg niður líka þess vegna. Við erum búin með þetta. Fáum hérna skjáinn. Og við byrjum á því að merkja hann hérna bara með textabox. Svona PIB reglir. PIB reglir. Og apply, við skulum stækka þetta svolítið. Hvað gerir þetta? Jú, þetta er nokkurn veginn, þetta eru 22 punktar og ég set bara í miðjuna, það hefur engin áhrif. Já, smá. Og síðan kemur hérna automanual rofinn við hliðina strax og þá er push button, setjum hann inn. Þetta náum við í
auto-man, þetta byrjar á manual og auto svo, manual, auto, það hérna e-bool, ok, og við viljum að hafa hann við latching, við viljum að hann haldist inni, svo hann lítur út svona, og svo viljum bara hafa annan rofa alveg nákvæmlega eins, bara með merkingu, með texta. Og þá segir ég bara ok og kopir hann, copy, paste, svona já. Og ég að minnka hann aðeins bara, það þægilegt. Og hafa þennan hér, það svolítið meiri texti á honum, þannig að ég ætla að tvísmella á hann. Þetta alveg sama, en hérna skrifa í textan manual, auto saman sem 1, manual saman sem 0. Og ég segi bara apply, þetta passa nú vel inn í þetta, það þarf ekki að vera alveg svona langur. Svona, sleppur. Og já, býtum við var ég búinn að skoða, það hérna þessi sem stýrir honum, manual 0, auto 1, takkinn, gerir það. Og þá að fá hérna merkingar á óskildi, mögnun og integer time, loki, hiti og svo framvegis. Þetta hérna verður bara svo línuritt, þetta stóri kassinn. Byrjum á óskildi, setpoint. Þá fæ ég hérna textabox. Svona, tvísmella á hann, vel hérna óskildi. Það sem sagt SP stendur fyrir setpoint. Ég ætla að stækka textan eitthvað smá og miðjafna þetta, apply, óskildi, já það verður aðeins svo stór, setpoint kemur hérna fyrir neðan, ég ætla að fara með þetta kannski bara í 11, svo já hvort það dugar, já, það sleppur, svo að ég ætla að hafa kassan allavega nákvæmlega eins. Ég ætla að setja þetta fyrir stærðina á nýjöngunum við. Það er að gefa lengri tíma til að kópa þetta. Ctrl-C, Ctrl-V. Og kemur líka kassi fyrir neðan og til þess að sýna mögnunina, já, fleira, það eru hérna 2 kassar í viðbót. Svona, fyrir neðan hérna línuritið. Ok, þá hérna þurfum við að setja entry field á þetta, aðeins að jafna þetta hérna, svona, og þá fáum við hérna entry field, það er óskildi. Þá næ ég í fleiri og staðsett þau þessi gildi, eða þetta entry field þannig að sé hægt að setja inn í þessi gildi þar staðar og svo er það óskgildi setpoint hérna megin niðri, vinstra megin niðri og síðan er nei, já, býtum við, þetta var ekki rétt. Það er bara entry field aftur og segi hérna þetta hér. Hér er óskildi setpoint, ég ætla að finna setpoint og vel hérna 3 punktinn. Hiti óskildi, það sé það. Þetta er real, hiti óskildi, jú við setjum það inn í sem
hiti óskgildi, það var set point, það passar. Hiti óskgildi, segjum okkar það kemur þá hér og við segjum bara apply, ok, þetta er bara rauntaala. Svo kemur býtum við, já þetta er allt saman óskgildi. Býtum við, það er að skoða, hérna næst kemur mögnun. Ég var að laga það. Þá ræði ég hérna í mögnun, það er KP. Þá sjáum við væntanlega hérna einhver staðar. Já. Ég þarf að komast inn í hitiparametrar, hérna er það. Hérna það ég að fá set point, mögnunina. Hér fæ ég mögnunina, para. Við skulum nú sjá, kemur ekkert value hérna. Það hefur eitthvað ekki vistast eða hvað sem það hefur gerst. Jæja, ég ætla bara að sjá hvort að þetta sé Bíddu nú við. Hérna erum við með upper limit, lower limit. Þetta er proportional gain. Það er þetta hérna. Hiti parametrar KP. Það er þetta. Ok. Og þá er ég að merkja það rétt hérna. Þetta er mögnun. Mögnun KB. Konstant. Svona, apply. Ok, nú ætlum ég að laga alla merkingarnar á þessu. Þetta á að vera integral time. Integral, hérna stendur tími. Ok. Apply, ok. Þetta var hiti raungildi. Hiti raungildi. Ok, og síðast var hérna loki valve. Er þetta í bara svona? Jú. Og þá segjum við bara ok og þetta loki valve hérna. Það er hversu mikið opinn lokin er á hitaranum. Og þá setjum við upp, nú er bara að sjá hvernig þetta kemur út. Nú setjum við upp línuritt og það gerum við hérna með þessum rektangul. Svona. Og já, þá er bara spurning hvað við veljum í það. Það er líklega að byrja á við förum hérna animation object. Þetta geti verið sko, byrjum kannski bara á óskildi. Hér er hiti óskildi. Ok. Þetta er rauntaala og
Þetta trend diagram, svona, hvað verðast það stórt? Maður breyta sér eitthvað, það sé ekki bara til 100 gráðu, 100% á, tekið 1,0 hérna, 0 til 100 held ég, ok, en hvernig ætli ég að hafa þetta á litin? Jú, kannski vil ég hafa þetta rautt, verður þetta ekki, þetta hiti óskildi. Já, ok. Apply, ok. Svo getur maður tekið copy, farið út fyrir og paste. Tekur aðeins lengur tíma. Copy, paste, svona já. Og hérna ætla ég að hafa hiti raungildi og svo loki. Hiti raungildi svona, ok, og copy, paste, þetta hérna ætla ég að hafa loki valf, þess að hvað lokin mikið opinn. Það þá hér einhver staðar, loki valf, það líka rauntala. Ok, apply, ok. Þá færum við þetta bara allt saman. Og hægt að gera það með örvaliklónum eða með músinni. Svona, þessi upp og til hliðar. Svona. Og já, þá ekkert annað en að reyna að prófa þetta, sjá hvort þetta virkar. Og það sem þarf að gera þá núna, það að smella á Analyze. Og það einhver warning hérna. Error. Hér segir hann initial value isn't allowed on parameter by address. PI0 paravaf. Ok, það skoða þetta. Já, ég fekk error í þetta vegna þess að ég var að setja inn gildin hérna inn í funksjónblokkirnar. Það má ég greinilega ekki. Ég tók öll gildin hérna út. En það kom allt í einu fram hérna plus fyrir framan hiti parametrar. Ef ég plusa á hann, smella plusinn, þá sé ég að hér geti sett inn gildin á rétta staði. Þá set ég hérna samkvæmt verkefninu. Þá ætla ég að ná í það aftur. Og reyna að skipta skjánum ef það gengur upp. Svona. Og þá hérna kemur fyrst PVF hérna 0,0 F lower limit, já, passar, þá er 0,0 0.0. Setja þetta aftur inn hérna og svo hærra gildið, sem sagt, það 100.0 og svo aftur 0.0 og efra gildið 100.0 og síðan ekki fyrir en hérna niður á KP, þetta er KP, þetta er mögnuninn
og það er bara 1 til að byrja með og i-tíminn ég ætla að prófa að skrifa 1M, sjá hvað hann gerir og smetla hérna fyrir neðan. Sjá, hann kemur sjálf með T-cross 1M. Síðan er að deadband 0,25 0,25 þannig að þá er ég komið með öll þessi gildi sem ég þarf að setja inn í reglin. En þá ætla ég bara að prófa að smetla á Analyze og þá hverfur villumeldingin hérna burtu. Það var nú gott. Síðan Build Changes, yes. Og ég ætla að stækka þetta upp aðeins, sjá hvernig þetta verður allt saman, hvort þetta fer í gang allt saman og ég ætla að gera þennan skjá virkan en ég get það ekki fyrir en ég búinn að hlaða forritinu niður og ég þarf að fyrst að ræsa herminn og það ger ég hérna svona og já, það er kannski bara fara í build og öllu saman aftur. Það var svolítið vegað mikið forrit og ég sendi það svo niður svona og ég smelli hérna á Run PLC after transferring. Já, það sem ég átti eftir að gera það var að ná í mögnunina og svoleiðis. Ég kom með óskildi hérna, það er 0,0 hérna og segi bara ok á þetta, ég á eftir að ég er sennilega eftir að skilgreina þetta allt saman hérna. Þá þarf ég að ná hérna í mögnunina, KP og ég næ það hérna undir og næ þá bara í þetta hér, segi þetta er mögnunin, hún er 1 hérna og ef ég breyti þessu hér þá ætti það að breytast inn í reglinum, segi ok á það og bara, já, ég ætla kannski að láta hámarkið vera 10, það er svo sem ágætt svo að maður fara ekkert að setja allt á háa mögnun hérna í þetta, ok, og mögnun er 1 hérna, það virkaði. Ef ég fæ hérna i-tíman, tvísmell á þetta, fyrir aftur inn í data, já, í gagngrunnin og næ þá í i-tíman, integral time, smelli á þá línu og segi ok. Og þetta er þetta er integral time, ok. Forvitnilegt að vita hvað maður fær hérna, það er ekkert sérstakt. Já, ok, þá bara segjum ok og það er strax 1 mínúta hérna. Hiti raungildi, við erum að ná í það. Hérna fáum við hiti raungildi hérna, real, rauntala. Ok, segjum bara hámarkið 100. Annars ætti það ekki að breyta neinu sko fyrir þetta. Það er í 0, sjáum við það. Ok, og svo hiti Loki valve. Já. Loki valve. Það er hérna. Þetta er rauntalan á lokanum og hann er líka þá upp í 100. Já, þetta hlýtur að koma allt í ljós. Þá setjum við, já, hún er komin á run og skilvindan er vantilega í gangi. Við erum bara aðeins að ræða þessu upp. Skulum sjá. Það er gott að vista þegar maður er búinn að gera svona mikla breytingar. Það er mjög gott að fara og vista. File, save archive, eftir að maður er búinn að fara í verify og build changes. Save hérna og bara skrifa yfir, yes og síðan að smetla á diskinn
En við þurfum að setja reglinn í gang. Setja hann á auto með skella þessu á 1 þegar hann er búinn að vista. Mér sýnst að það sé búið, þá ger ég skjáinn virkan, smelli á enable write variable og ég smelli hérna til þess að setja þennan rofa inn. Svo þarf ég að breyta óskildur, ég ætla að prófa að setja það upp í 50, ít og enter. Hvað gerist þá? Þá kemur hérna upp, óskildið fer hérna upp í 50%, já, ég á eftir að laga sem sagt, allt saman með sömu, sama lit, það allt saman í rauðu hérna. Þannig að, en þetta virðist vera að virka og ég fæ kannski hérna smá yfirskot. Þetta hérna er líklega lokinn hérna sem að skýst hérna upp, loki valve og hann er að fara að loka hérna aftur og já, 50%, já. Hvaða tala er hérna efst uppi, það er spurning. Ég ætla að prófa að reyna að sundugreina þetta aðeins ef að ég næ því og sjá hvað er hvað. Þetta var loki valve. Ok, ég ætla að hafa hann grænan. Sjá. Drawing. Animation type, trend diagram. Ég ætla að hafa hann grænan. Svona. Segja ok. Apply. Fæ þetta allt aftur. Þannig að teikna þetta allt saman aftur upp og nýtt. Og ef ég reyna að færa þetta aðeins til, get ég það. Ég verð að taka hann úr sambandi, færa hann aðeins neðar, já, eða ofar og velja næstu, færa hann aðeins frá, það var bara 3 línur. Þannig ég ætla að prófa að fara í þetta sem að þetta heitir raungildi, kannski hafa það rautt, hafa það bara svona, en þetta hérna óskildi, kannski hafa það til dæmis blátt, það er animation type, trend diagram og hafa það kannski blátt, ok, apply, ok, og svo þarf ég bara að koma þessu aftur saman, svo. Svona. Nú, ég ætla að hafa þetta þannig að hún opni ekki fyrir olíu inn á skilvinduna nema að hitinn á olíunni sé kominn á eðlilegt ról. Já, býtum við, ég glemdi þessu. Ég ætla að athuga hvað er hámarkið á þessu. Er það 100 eða hvað? Þá tjekka ég þessu trend diagram hérna. Já, það er 100. Ok. Já, merkilegt nokk. Jæja, þá færi ég þetta aftur niður. Það hérna. Þannig að allt séu saman. Ég ætla að prófa að breyta óskildinu í 70. Býtum við. Nei, ég verð að hafa skjáinn virkan til þess að geta breytt óskildinu. Ok, ég ætla að hérna breyta þessu í 75 og ít á enter. Þá gerist eitthvað. Þá rýkur hann hérna upp. Óskildið rýkur hérna upp sem er bláa línan og þá rauk strax opnunin á lokanum, græna línan, upp hérna og síðan er hann að draga úr smám saman. Hiti raungildi, rauða línan er að fara upp. Og hérna sjáum við sem hita raungildi, það er 65 gráður núna.
og hérna er staðan á lokanum. Nú, við getum breytt náttúrulega í tímanum, gert hann kannski 30 sekúndur, 30 s, enter, og ef ég vil fara hérna niður í kannski 20 gráður, bara til að prófa, enter, þá verður fjandinn laus og hann lokar hérna fyrir alveg á punktinum og hitinn hrapar niður hérna. Við getum hugsað sér að þetta sé stýring á gufuloka til þess að hita olíuna með einhverjum varmaskipti sem að gufa fer inn á til þess að hita olíuna. Já, bláa hérna óskildið, það er farið niður í 20 gráður og síðan kemur raunhitinn hérna hægt og rólega niður, það er komið niður í 24 og endar sennilega niður í 20 gráðum. Ef við minnkum hérna í tíman ennþá meira, kannski setjum hann í 10 sekúndur, hvað áhrif hefur það? Ef við fer upp í 40 gráður eins og hitinn á olíun á að vera áður en að við setjum henni inn á skilvinduna, setjum ég 40 hérna og þarna var þetta bara að verða komið alveg hérna niður á rétta hitastig, 40, og ég segi hérna enter og þá rýkur þetta upp í óskildið hérna upp í 40 gráður og raungildið fer að smám saman að koma til. Opnunin á lokanum fer hérna upp í greinilega 40% eða eitthvað slíkt strax, þannig að þetta hitar olíuna og olíuhitinn kemur hérna upp og það verður smá yfirskot hérna vegna þess að ég er með hérna í tíman aðeins og stuttan líklega fyrir þetta. Þá ætlum ég bara að leyfa þessu aðeins að jafna sig og hérna er hann byrjaður strax að leiðrétta. Og þetta virðist vera komið í gang og svo hérna þurfum við bara að hafa skilvinduna líka í gangi og hún á að byrja að skilja ef að hitinn er í kringum 40 gráðunar. Þá segi ég þessari upptöku lokið.